Komið sæl, sjáum hér myndarlega lægð suðaustur af landinu hádegslitið. Hún á ferðinni til norðausturs og það úrkomusvæði sem fylgir henni. Það búið að rigna duglega á Austurlandi, hvað kringu 30 mm sem mælst þar. Síðan fjarlægist hún svona seint á morgun, með morgundeginum og seint á morgun og annað kvöld þá ætti nú að lagast til mun á norðausturlandi. En það verður nokkuð létt yfir hér sunnan og vestan til landinu á morgun. Næsta leið, hún svona á leiðinni til okkar, svo kemur við sögumánudaginn og þá hvessir aftur og með meir úrkomu. Svalt í veðri hjá okkur, var næturfrost svona víða allavega í innsveitum síðastliðna nótt og má alveg reikna með því eitthvað áfram svona inn til landsins, en ef við spilum þetta þá sjáum við að það nú ekkit mikið að gerast og koma kannski aðeins hlýjandi með þessari leið hér á mánudaginn. En þetta þá staðan undir kvöld, sjáum hérna á græna litnum og bláa sérstaklega sem mesta úrkoman þetta þá undir kvöld og síðan verður vindátt í norðlægari, lægðin skríður hér með austurströndinni og vindáttin verður svona norðlægari og svo norðvestlægari og það má reikna með að hvessi svo nokkuð hraustlega á Austfjörðum í fyrramálið og verði þar víða svona allhvass eða hvassvindur svona fram eftir morgni á morgun, en annars nú svona nokkuð ákveðin norðanátt, svona kaldiða strekkingur á landinu og það má einnig reikna með snjókomu eða slyddu til fjalla og fjallvegum í kvöld og nótt og fram á morgundaginn, þar sem að geta skapast varasamar aðstæður og svona vetraraðstæður á þeim slóðum. En sunnan og vestan til landinu svona skýjað með köflum og þurft að kalla. Síðan sjáum við að þetta svona að dregur úr þessu smá saman þegar líður á daginn og verður farið að létta til hér á Norðurlandi víða seinnipartinn á morgun, en svona strekkingur eða allhvassvindur hér austast svona eitthvað fram yfir hádegi hugsanlega og dálítil úrkoma, aðallega rigning þá á láglendi þó svalt sé, en bjart og fínt veður sunnan og vestan til á landinu. Hitinn geti alveg farið í 2 stafa tölu svona allra syðst líklega. Sjáum að léttir til og lægir svo annað kvöld og ef við höldum svo áfram hvernig þróun verður þá þykknar upp aðra nótt og með vaxandi austanátt og það verður komið stormstyrkur með þessari lægð hér við suðvestu ströndina, má reikna með munnskapera veður hér norðan til á landinu, en skýjað eða svona þykknar upp á öllu landinu samt, svona svolítið vassveður og hvassviðri í þessu sunnan til á landinu almennt séð. Þessi lægð þokast svo til norðausturs og kemur með svona í kjölfarið svona einhverja suðvestlæga átt með svona lítið sátt á skúrum hér sunnan og vestan til landinu, en norðaustan til léttir til og þar verður hlýjast eitthvað jafnvel í kringum 20 gráður þar sem best lætur. Lægðin hérna hverfur og braut, en síðan kemur bara önnur lægð á miðvikudaginn, þannig að þetta svona svolítið færiband hjá okkur, þetta fyrirstöðuhæð hér á Norðursjó sem heldur á móti og beinur þessu til okkar og þá staðan þessi á miðvikudaginn. Rigning suðaustan, svona ákveðin suðaustanátt og rigning víða sunnan og vestan til, en talsvert betra norðaustan til og á norður og austurlandi skulum við segja. En sjáum að vindurinn nokkuð svona hvass hér suðvestan til ef þetta rætist. Síðan á nú að róast eitthvað veðrið svona seinni hluta næstu viku. Vonandi rætist það. En það eru skúrir á Bretlandseyjum, annars nú víða nokkuð bjart og hæðarhryggur hérna í norðvestur hlutanum. Aðal óstöðuleikin hér, Balkanskaganum og Austur-Evrópu og svo í þessum skilum þar sem búið að rigna alveg gríðarlega mikið, sérstaklega í Tékklandi og suðvestur Póllandi og eitthvað í Austurríki og jafnvel snjóa talsvert í Ölpunum. En víða bjart og fínt og hlýtt hér í suðvestur hlutanum og svo í Bandaríkjunum hæðríkjandi hér í norðaustur hlutanum og víða hlýtt og fínt veður, en svona óstöðuleikinn hér í suðurríkjunum. Látum þetta gott heita í bili, verið sæl.